Herri, við skulum halda áfram. Ég var ekki alveg að gera mig grein fyrir því að klukkan var svo margt. Tíminn bara fer frá manni þegar maður er að læra CSS. En núna ætlum við að fara yfir Flexbox. Gera það kannski á smá hundavaði fyrst við höfum ekki það mikið tíma. En Flexbox er í raun kom til þegar fólk fór að reyna að gera eitthvað svona almennileg, alvöru útlit í CSS, komst að því að position og float og allt þetta var ekki nógu gott. Þannig að það var farið í það að staðla þetta. Það var langt og brösut ferli og margar mismunandi leiðir sem er þá ástæðan fyrir því að við þurfum eiginlega að nota Flexbox með vendor prefixum ef að við notum þau í stærri verkefnum sem að fleiri þurfa að nota. En Flexbox virkar þannig að við veljum eitthvað ákveðið element og við segjum því að það sé flex. Þannig að við segjum display flex á eitthvað foreldri, það mun þá raða börnum sínum samkvæmt Flexbox innan sín. Svo getum við verið með inline með inline flex. Þau börn sem eru innan Flexbox, ströng börn, beint börnin sem eru akkurat undir foreldrinu, eru kölluð flex items. Þannig að þá fáum við hérna hérna erum við með main, við erum með eitthvað box, við erum með eitthvað texta, hérna er main sagt að vera inline flex, þá er boxinu þeirra raðað hérna í flex og sjáum við þau haga sér öðruvísi en ef við erum ekki með þau svona, eitthvað er að gerast þarna, eitthvað skemmtilegt. Og ef við höfum bara flex, þá fara inline elementin fyrir utan. Þannig að þetta er munurinn á display flex og inline flex. Flex items, þetta börnin á innan, þau haga sér öðruvísi en í eðlilegu flæði eða ef þau eru position eða þau eru floated. Þau haga sér öðruvísi þannig að margin á þeim itemum, þau gleypa allt pláss. Þannig að margin auto fyrir alla kanta virkar eins og myndi gera ráð fyrir. Þannig að við getum í raun staðsett barn akkurat í miðjunni út frá bæði top og bottom og vinstri og hægri. Og svo getum við líka tekið börnin og raða þeim sín á milli. Þannig að við getum gefið þeim order sem er tala sem lætur þá hærri tölu raðast seinna. Þannig að þannig höfum við leið til að taka eitthvað element sem er seinna skilgreint í HTML source order og láta það vera birtast fyrst. En sjálfgefið order er 0 og svo er bara raðað eftir hæstu tölu. Þannig að þá getum við með Flexbox gert eitthvað sem var ekki hægt nema með major CSS höggum þá getur Flexbox komið. Þannig að nú getum við staðsett eitthvað akkurat í miðjunni. Ja, þannig að þetta er alltaf í miðjunni sama hvernig vafraglugin er. Og þetta er mjög einfalt þannig séð. Við erum með þetta div hérna sem við viljum birtast í miðjunni. Við erum með það innan eitthvað sem er display flex. Við gefum því bara hæð, þannig að það fái hæð sem er jafn stór á glugginn og svo segjum við bara margin auto. That's it. Annars er það hér, annars er það hér. Þannig að þarna fer auto-gildið að virka aðeins öðruvísi að margin á flex items. Þannig að þetta er ekki flex containerin sem er með display flex, heldur itemið inn í honum. Síðan þegar við erum með Flexbox, þá erum við með ása. Það eru tveir ásar. Það er main axis, eða megin ás, og cross axis, það er cross ás. Og þeir eru hotréttir hvorn og annan. Þeir eru ekki kallaðir x ás og y ás, eins og þessi mynd myndi gefa til kynna, en það er út af því að við getum í raun breytt því hvaða ás er megin ás, eða cross ás. Það getum við gert með flex direction. Þá segjum við, fyrir eitthvað flex container sem er með flex items inn í sér, á hann að raða þeim í row sem er sjálfgefnugildið, þá röðum við frá vinstri til hægri og það er þá aðalásinn frá vinstri til hægri eða frá hægri til vinstri, þá er aðalásinn í raun eins og myndinni nema spiklaður, þannig að hann fyrir frá hægri til vinstri eða við getum gefið gildið column, þannig að þá verður cross ásinn í upprunalegu myndinni að meginásnum og meginásinn verður að crossásnum. Þannig að þannig getum við snúið þessu við og látið í raun hlutina flæða öðruvísi. Svo getum við gert column reverse. Þannig að þá er cross axis í upprunalegi orðin aðalás speklaður.
Svo höfum við flex línur, en það þegar við erum með mörg flex item og þau er sett á aðalásinn, þau er tróðið eins og hægt og þau minnka til þess að fá það pláss sem þau þurfa. Þannig að það á einni línu. En við getum hins vegar með flex wrap breytt þessari hegðun og látið þau ekki bara flæða í nýja línu, ekki flæða í nýja línu eins og við sjálfgefum með no wrap, heldur getum við skilgreint wrap sem virkar þá þannig að þau fara að detta í nýja línur eftir því sem þau þurfa pláss. Frá vinstri til hægri eða hægri til vinstri ef við erum búin að skilgreina textin sem lesin þannig, eins og þessi arabísku eða svoleiðis. En fyrir okkar case frá vinstri til hægri eða wrap reverse frá hægri til vinstri. Þannig að þá fer það niður, svo fyrir fyrsta lengst til hægri og svo framvegis. Ok, þannig að þetta er ekkert svakalega flókið svona að segja þetta, þetta er ekki flókið að heyra þetta, en þetta er ekki mörg property og þegar við erum búin að fara þetta og þegar við erum búin að gera verkefni, þá verður þetta svolítið svona eye-opening hvað þetta er ógeðslega nice að vinna með Flexbox. Þannig að þá erum við komið með þessi hugtök. Við erum með Flex, sem er Flex Container, sem er eitthvað sem fær Display Flex. Við erum með Flex Items, við getum stjórnað því hvernig þau raðast. Við getum gefið þeim margin auto, þannig að þau taka allt pláss og gleypa það í sig. Og við getum skilgreint þegar við erum með mörg Flex Item, hvort þau séu í einni línu eða hvort þau fari niður í margar línur. Svo þegar við erum búin að fara með þessi item, búin að setja fleiri en eitt item, þá vil ég hugsanlega fara að staðsetja þau á ásunum. Þá koma 3 eigindi til sögunar. Justify content. Justify content skilgreinir hvernig flex item er raðað á aðalás, hver svo sem aðalásin er í okkar skilgreiningu. Flex start, það er það sjálfgefið, byrja við byrjunum á ásnum, við endan á ásnum, fyrir miðju ásins, eða ef það eru fleiri en eitt item, setur plássið á milli þeirra, eða setur plássið á milli þeirra og utanum þau. Þannig að við sjáum mynd. Flex start, við erum með 3 item. Þau raðast á hér við byrjunina á ásnum. Flex end, við endan á ásnum. Center, í miðjunu á ásnum. Og við sjáum að það skiptir í rauninni ekki máli hversu breiðu eru. Það er bara að reikna út hversu breiðu eru þið, hversu mikið pláss er þá til skiptana og svo setjum við það hér. Þannig að það kemur jafn mikið pláss vinstra og hægra megin. Space between, þá er plássinu dreift á milli þeirra. Space around, þá er plássinu dreift á milli þeirra og í köntunum. Þannig að, og hvernig þessu pláss er dreift, kemur alveg, þú veist það bara gerist. Okkur er eiginlega sama, svo lengi sem þetta haga sér rétt. Hvort það plássið sé 10 eða 12 eða 13 pixlar, skiptir ekki öllu máli, þegar við viljum bara skilgreina hegðunina, ekki nákvæma útkomuna. Síðan er align content, þetta staðið ekki, align items, skilgreinir staðsetningu innan línu á crossás. Þannig að þá erum við með þessa línu sem við erum fyrst að setja, ef við setjum no wrap, þá er bara ein lína, þannig að það er hvernig staðsetning innan línunar er. Þá er stretch, það jafnar itemið við stærstu línuna. Flex start, við byrjunum á línunni, við endan á línunni, í miðju línunar eða í baseline línunar. Þannig að við sjáum aftur mynd. Þannig að þá erum við núna ekki lengur að raða þessu á aðalásnum, ef við horfum á aðalásin sem byrjun bara sem x-ásinn. Þetta erum við núna að gera þetta á uppsilnásnum. Þannig að flex start segir við byrjunum á cross-axis í þessu tilfelli hér, þá fer þetta allt upp. Við endan, þá fer þetta allt niður. Í miðjuna, þá miðjast það hérna milli, eða stretch, sem að lætur þetta togast upp í að verða jafn hátt og hæsta elementið, sem við sjáum að þessi hérna ljósblái, þannig að það stretchast út, eða við baseline, sem er þá eitthvað baseline sem er skilgreint af texta í bóksunum, í fyrsta bóksunu, eða í öllum bóksunum, þannig að ef það er text í öllum bóksunum, þá myndir baselineið er sem sagt línan sem allur textin færi gegnum sig allan. Þannig að þá getum við verið með box sem eru með mismunandi há, en textin er allir í línu. Svo kemur align self, að þá getum við fyrir hvert og eitt flex item, látið það skilgreina sitt, hvernig það haga sér miðað við align item. Þannig að þá getum við látið öll vera í center
en eitt þeirra við flex end, þannig að þá eru þau öll í línu, en eitt þeirra fyrir alveg neðst, eitt fyrir efst, þannig að það getur dregið sig út, við getum látið að standa út úr. Align content breytir síðan staðsendingu lína á crossás, þannig að ef við erum búin að skilgreina flex wrap sem wrap, þá á þetta við, annars á það ekki við. Af því þá höfum við einhver línur til að dreifa. Þannig að þetta dreifir línunum sem verða til. Stretch, flex start, flex end, center, space between, space around. Þannig að heyri, þetta eru 3 eigindi til þess að breyta staðsendingunum. Þetta eru 2 eigindi til þess að breyta því hvernig staðsendingin hvernig hún hagar sér. Og svo þetta bara einhver lykilorð sem eru voðalega mikið það sama. Þannig að við sjáum hérna mynd, þannig þá sjáum við, hérna erum við með marga línur og við erum að skilgreina hvernig þær haga sér línurnar sjálfar. Þannig að þetta coverar öll þau case sem við getum haft við það að raða svona boxum innan einhvers pláss og gefa þeim pláss og svona á milli sín. Þannig að þarna þetta ná fram alveg gífurlega mörgum mismunandi útlitum. Síðan eru stærðir og þetta betur farið yfir þetta í kaflanum sem ég skrifaði fyrir þetta. Þannig að lesið það bara þar, af því að ég ætla að ná að taka dæmi líka. En þannig getum við stýrt í hvernig nákvæmlega flex itemin virka sjálf. En hérna erum við með flex item. Þannig að hér getum við sagt, við erum með eitthvað röð af boxum og við getum látið þau vera í mismunandi röð. Þannig nú hérna með box 1, það með order 1, nú gefið því order 3, þá það allt komið hérna út í endan. Nú gefið því aftur hérna, það komið hér og nú það 0, nú það hér. Þannig ég get verið að breyta því óháð það í hvaða röð það í sourceinu hérna. Svo getum við breytt stærðinni, en þá notum við flex lykilorðið, sem ég hoppaði hérna yfir áðan. En það segir til hlutfallslega hversu mikið á hvert box að vera stórt. Þannig þá getum við notað þetta hérna og þetta að taka 6 parta af þeim pörtum sem eru skilgreindir. Þeir partar sem eru skilgreindir samanlagðar flextölur úr öllum flex itemum. Þannig að flexbox allt hlutfall. Það allt það að vera með einhver box sem við viljum birtast í ákveðnum hlutföllum og svo viljum við gera eitthvað við plássi sem myndast á milli þeirra. Svo erum við raðir hérna. Þannig að við erum með fábox, 2 box hérna. Það sem sagt no wrap í gangi, það ekkert gert. Hérna koma mörg box, þá sjáum við þau minnka eftir því sem að plássið verður minna, þangað til að þau geta í raun ekki minnka meira og þau stækka eins og þau geta. Þau eru hérna og gaman heim. Hérna nákvæmlega það sama, nema hér búið að setja wrap á flex wrap. Þannig að þá í staðinn fyrir að togast kremjast öll hérna saman í eina línu, þá taka þau eins marga línur og þau þurfa til þess að uppfylla sína stærð. Og þá í raun stærðin skilgreind sem eitthvað lágmarksgildi og lágmarksgildi verður aldrei nógu mikið til að fara í meira eða minna en 2 línur. Hérna erum við svo með þetta hérna með efni inn í og mismunandi hæðum og hérna erum við að stýra hvernig þau raðast með align items. Þannig að við sjáum hvernig þau eru miðjuð, þannig að miðjan á boxunum kemur hérna í gegnum einhverja línu hér. Hérna stretch, þannig að þau eru öll toguð upp til þess að vera jafn stór hvert öðru. Svo erum við hérna með mörg box sem rappað með mismunandi hæð, align item stretch og align content, þannig að við erum að aligna línunum með space between. Þannig að þá sjáum við erum með línur hérna, 2 línur og space between því að plássinu dreift á milli þeirra og fyrir utan þau. Þannig að þetta svona gott að fikta í svona til þess að fá aðeins tilfinningu fyrir þessu. Svo mun næsta verkefni að vinna í þessu. Hitt annað með position sem þá í raun bara að taka mismunandi gildin til þess að raða boxunum á crossásnum. Ok, þannig að þetta var eiginlega of fljót yfirferð á flexbox, en þið kynnist því bara í verkefni. Það einmitt verkefni 4. Verkefni 4 að taka HTML sem ég skaffa ykkur og stilla til textan og
og leturgerðirnar á honum eins og við vorum að skoða á hvernig það er gert. Setja mynd í hausinn eins og við vorum að skoða hvernig það er gert. Og setja upp svona leiðarkerfi fyrir söguna. Þannig að við erum með fyrstu 6 kaflana úr Treasure Island eftir Stevenson segjum þetta, sko. Hérna er að það eru leturgerðir sem þið ætla að sækja og nota. Það er fyrirmynd sem sýnir hausinn á síðunni og skoðum fyrirmyndina hérna. Þannig að það er einhver haus hérna með texta í. Svo kemur þessi yfirlitsmynd, þessi valmynd sem er með einhverja myndir úr einni útgáfu af bókinni. Þetta hérna ætla ég að setja upp með flexbox. Þannig að þið sjáu hvernig hérna við búið að taka þessi box og þau eru ekki alveg jafn stór hérna. Myndirnar eru ekki alveg jafn stórar. En textinn er allir í línu og myndirnar eru í línu. Þannig að þetta er búið að gera þetta, að taka þetta, þessi box og raða þeim og segja þeim, hei, það á að vera svona mikið pláss á milli ykkar og þið raða ykkur svona í 2 línur. Þannig að þið þurfum að nota flex wrap, flex direction, kannski eiga eitthvað við það, nota align content, justify content, eitthvað svona til þess að fá þau til að birtast rétt. Og jafnvel þurfum við ekki bara að vera með flex container utan allt þetta hérna, heldur líka flex container fyrir hvert og eitt item. Þannig að þá getum við stýrt í hvernig það raðast innan þess. Þannig að við getum haft flex container inn í flex container inn í flex container og flex itemin er alltaf bara díluð í hverju leveli fyrir sig. Þannig að það getur verið flexbox alla leiðina niður. Síðan er bara svona búið að dúlla eitthvað við hennan texta og setja hann upp og það eru myndir inn á milli. En þið þurfum ekki að finna til allan textan, heldur er hann hér að öllu leyti óstílaður með myndum og öllu. Þannig að þið megi breyta HTML-inu eins og þið viljið, en það sem þið þurfið að gera er að setja eitthvað svona sectioning element til þess að geta bætt við stílum. Eins og hérna vitið þið þurfið að setja eitthvað utanum þetta til þess að stíla til hausinn. Þannig að þá þurfið að velja eitthvað element til þess að setja utanum hausinn sem þið getur síðan valið með selektor í CSS-um ykkar til þess að setja útlitið á hann. Til þess að fá útlitið, já. Síðan erum við hérna með þessi box, þetta yfirlit og það er einhvern veginn sett upp hérna. Þið ættu ekki að þurfa að breyta því nema að setja eitthvað utanum það til þess að eiga við það, en hugsanlega viljið þið breyta því, þá megið þið gera það, þið þurfið þess ekki, reynið það áður en þið fyrir að bæta við klösum og svona, að gera það án þess, setja bara einhvern svona sectioning element utanum þetta og síðan sama fyrir allt meginmálið, það er hér. Og þá sjáum við að það er allt í einhverjum paragrafum, svo eru blockquotes hérna og myndirnar eru inn á milli. Þannig að þá þurfum við að gera eitthvað til þess að láta myndirnar fljóta til hægri og líta betur út þar. Og alveg niður í fótinn, þar sem er eitthvað hérna, einhver texti hér í fætinum. Aftur vil ég örugglega setja eitthvað utan þetta, þannig að þið fáið þetta til að birtast eins og fyrirmyndin. En svo að því að það er gefið í lýsingunni nánar svona aðeins hvernig þetta á að haga sig líka. Þannig að hér er líka vídeó sem sýnir hvernig síðan ætti að haga sig þegar hún er tilbúin hjá okkur. Þannig þá förum við hérna, við getum smellt á eitthvað, við getum hoppað beint þangað, við getum skoðað, við sjáum textan, hann er stór og snirtilegur, þetta er svona skemmtilegt. Við getum lesið eitthvað smá, við sjáum að það er gradient í bakgrunnum sem er hægt og rólega að verða dekkri, myndin er þannig til hægri. Og svo neðst niðri er þetta orðið miklu dekkra og svo er fóturinn skiptur þarna. Og hann tekur meira pláss, þannig að það er eitthvað ég í gangi hérna. Þannig að þið hafið þetta pluss fyrirmyndina, pluss leiðbeiningarnar til þess að fá þetta útlit. Það er ekki verið að gefa nákvæmlega eftir þessi með nákvæmlega jafn mikið pláss hér, eða hér, heldur bara að þetta sé líkt. Heyrðu, þá bara segjum við þetta gott í dag.